hafa verið svona fréttir og umræða þjálfunaraðferðir Brynjars Karls Sigurðssonar sem nú komið hingað við rauðaborðið og ég tók meðal annars við hann 4 tíma helgispjall ef ykkur á því að skella sér í það. Og það er þykja svolítið óheflaðar og umræðan kannski lituð að því að hann að þjálfa stúlkur, ungar konur. Og mér langaði aðeins að forvitnast þetta kannski frá annar lið og fekk hingað 3 stelpur sem í liðinu hjá honum sem heitir Athena. Við þekkjum aðeins þessa sögu að það var búin til mynd hérna fyrir ykkur síðan sem heitir Hækkum Rána. Það sem að rak svona ferilinn hans frá Stjörnunni yfir í ÍR og svo eftir það að þá var Athena stofnuð upp á Kjalarnesi og núna komin upp í Breiðholt og þið eru í þessu liði. Þið eru stelpuna sem hann að rópa ókvæðisorða að. Hanna Þráinsdóttir, Darína Andrés og Jana Tjernats. Verið velkomnar. Takk fyrir. Herðu, ég var hef verið með fólk veginn sem voru við að ræða bara fréttir vikunar og þá meðal annars kom þetta til tals og þá voru allir hér, enginn með neina sérstakka körfuboltareynslu né reynslu af hópíþróttum yfirleitt á því að þetta væri algjörlega óboðleg framkoma, þannig að væri hann að brjóta ykkur niður og ég held að þetta bara að banna þetta. Er þið sammála þessu? Nei, alls ekki, sko. Mér finnst þetta fólk sérstaklega sem hefur ekki, eins og þú sagðir nefndir áðan að sem hefur ekkert rosa mikið með íþróttarhöfning að gera, er rosa fljótt í að taka sér á einhverju skoðun en sér svo ekkert í rauninlega hvað er að gerast, hvað er meira að þessu. En þetta er ekki normal hegðun, þetta er ekki það sem að þið myndu gera í ykkar daglega lífi, þið myndu ekki vera svona nálægt ykkurum og garga á hann að hann sé fucking aumingi. Þetta tengir heldur ekki daglega lífi, þetta er bara atvinnumennskan. Þetta tengist því að vera í íþróttum. Það sem að Brynjar að gera, hann að reyna að byggja upp atvinnumenn. Við erum ekki bara með eitthvað lið hérna til að spila þetta til gamans og vera bara að leika okkur að þessu eitthvað þannig. Við viljum vera góðar. Markmiði hjá flestum af okkur yngri stelpunum er að komast út í háskólaboltan og ef við ætlum að fara þangað og við stefnum þangað þá við viljum ekki mæta til Bandaríkjanna til dæmis og síðan allt í einu fá sjokka því að þjálfarinn er að bekkja okkur og bara það er ekki í lagi að gera þessi mistök þegar ég vera betur en þetta, skiljiði mig, þessum standardin er mun hærri. Þetta er sem er vandamáli hérna, standardin er ekki það, það sett háttur, það hátt settur. Já, hjá ykkur konunum og stelpunum. Já, algjörlega. Því að það er svona lægri standard hjá ykkur. Já, algjörlega. En jáfnvel þá er það ekki þannig í háskólaboltanum í Bandaríkjunum að menn láta svona eins og Brynjar Karl. Já, en hann er svolítið ýktur, sko, er það ekki? Jú, það má alveg segja það. En ég hef nú verið í háskólabolta að spila 6 ári í Bandaríkjunum og ég er orðin alveg mjög vön því að sé öskrað á mig og ég get alveg sagt að ég tek ekkert lengur eftir þessu. Ég hlusta bara á skilaboðin og ekki á hvernig þau eru komast til skila. En þá gæti hann líka sleppt í að garga svona, þá gæti bara sagt, vertu aðeins þéttar í vörninni. Já, en þetta er náttúrulega bara hans aðferð og auðvitað er það alveg eitthvað sem á gagnrýna. Og ég held að enginn á okkur hafi eitthvað það fyrir brjósti að það sé verið að gagnrýna hans aðferðir, en ég held að hvernig umræðan hefur verið undanfarið hafi verið mjög svona óvægin gagnrýni, ekki bara málefnalega gagnrýni þjálfunaraðferðir heldur verið að henda fram einhverjum orðum eins og orðinu ofbeldi sem á ekki við í þessu samhengi. Síðan er þetta líka bara, við erum í miðjum leik. Þetta er rosa háspenna. Ef hann er öskran á völlin, þetta er ekki, hann getur ekkert annað gert en öskra ef við erum að heyra til hans. Og síðan líka í þokkabót bara bæta við, ef hann er að öskra til dæmis á Hönnu fyrir eitthvað og það getur vel verið að ég gerði sem er mistök, þá ætla að nægi líka þeim, þá átta ég mig líka á því bara, ég gerði þetta líka, ég þarf að laga þetta. Ég vil ekki lenda í þessu. Einmitt. En þetta er líka bara svona frekju íþrótt. Þetta er háspenna þegar maður er að spila og mikið hlutum að gerast inn á og aðstæður að öskra og klappa og búa og alls konar þannig. Þannig maður verður að geta, þetta er bara upp á það að geta heyrt í þjálfarann hvað hann að segja við þig. Þegar maður er að hlaupa upp og niður og reyna að standa sig í leik, sko. Er þetta ekki kallað að fá svona hárblásaran, því maður kallað það? Þetta hjá Ferguson, það verið versta sem maður gæti lent í að lenda í hárblásaran hjá honum. Það sem hann var svona bara við hliðin á leikmennum og lét á heyra það. En síðan líka er þetta, við vitum
þú veist, eins og ég fer yfir Aþenu, ég veit alveg hverju ég má búast við. Hann lofa mér að hann ætlar að gera mig að góðum leikmanni, en þá þurf ég líka að lofa honum bara, þú veist, ég skal gera mitt og þú gerir þitt og þannig verður þetta. Og síðan þurfum við líka að hugsa út í það hvað með alla þessa atvinnumenn sem hafa farið frá Ísland út í heim, eins og Martin Hermans, þú veist, Svindís Jane, hafa þessir atvinnumenn aldrei fengið öskur á sig. Eða, þú veist, eru þau svona góð í dag án þess að hafa fengið, þú veist, neitt í sig. Það voru einhver íþróttamenn sem voru að verja Brynjar Karl með úr handboltanum og víðar og svo voru þeir reyndar líka, ég veit ekki, þau tóku eftir því í kringum umræðunar HM í handbolta. Það voru svolítið að tala svona hörku líka á milli leikmannanna. Að þetta væri bara það sem að tíðkaðist í íþróttum og þú gætir ekki orðið framúrskarað í íþróttum ef maður gangi ekki um þetta helvíti. En trúið þið í alvörunni það? Já, algjörlega. Bara algjörlega. Ég er rosalega, síðan ég hef verið yngri, ég hef verið rosalega viðkvæm og ég fara að gráta rosalega oft. En þú veist, bara með aldrinum náttúrulega, síðan lendi ég í Keflavík í þjálfara sem var að öskra mig og það var bara nýtt fyrir mér. Og ég lærði þar einmitt bara, þú veist, ég get ekki bara fengið allt, bara, þú veist, eins og mér hendar, skilur mig. Þannig að ég finnst þetta bara að vera geggjað, sko. Eins og núna, þegar ég er ekkert að fara að grenja við því að Brynjar sé að öskra á mig, sko. En svo finnst mér mikilvægt að gera smá mun á milli. Hann er ekkert að öskra því að hann er eitthvað geðveikur eða að missa sig og kann ekki að stjórna tilfinningar sínum. Ég held að hann sé ekki þar. Það lítur út þannig fyrir ókomna. Já, en ástæða af hverju hann er að öskra er til þess að koma manni í gang, til þess að fá peppi, til þess að, þú veist, koma með skilabúðin skýrt hvað maður að gera, sérstaklega þegar maður er búin að fá þetta svolítið svona samtal milli hans hvernig þjálfunaráætlun á að vera. Af því að þetta er mjög einstaklingsbundin hjá öllum stelpum sem spila í Aþenu. Þetta er rosa mikið svona one-on-one conversation hvernig þú vilt vera þjálfaður sem einstaklingur og hvað þér finnst henda þér persónlega upp að gera þau betri. Já, og ég held að ákefðin sé svona bara hluti af þessum leik náttúrulega og einmitt eins og Darín er að segja, ég held að Brynjar sé sá þjálfari sem að ég hef átt mest samtal við í gegnum tíðina í körfubolta og ég vil miklu frekar hafa þjálfara sem öskrar á mig og segir mér hvað ég á að gera heldur en að fá enga endurgjöf. En við þekkjum það, við vorum að tala um tónlist og vorum að tala um Žukovski sem ég veit ekki hvort að þið viti hver það er bandarískur tónlistarmaður sem kom hingað, stóð fyrir námskeiðum fyrir ungt fólk og stofnaði raunverulega sinfóníulist æskunnar og gerði stórkostlega afrek og margir tala um þetta hafi verið bara mesta heppni í lífi sínu að kynnast þessum manni. En það var algjörlega óþólandi og það virkaði fyrir suma, maður er bara með einelti, pikkaði suma út, legði þá í einelti, sumir þoldu ekki, fólk grét á æfingum hjá honum og þau segja núna í dag, þetta myndi aldrei líðast í dag, svona hegðun. Og þá segi ég, já, hann gerir það hérna í Aþenu hjá Brynjari Karli. Þannig að þá var ég að velta fyrir mér. Get ekki verið að bara körfubolti sér svolítið á eftir og svona, þetta er vel óþólandi. Þið kaupið það ekki? Ég segi aftur sko, mér finnst alveg gagnrýni að rétta sér sko og þú veist við erum að tapa öllu. Það er alveg hægt að segja þetta greinlega virkar ekki neitt en það sem okkur fór rosalega fyrir brjóstu okkur er að þessu umræði núna það er verið að henda fram orðinu ofbeldi aftur og aftur og það er verulega djúpt í árinna tekið og það sýnir bæði vanvirðingu gagnvart okkur og líka eins og við sögðum í okkar yfirlýsingu fórnarlömbum raunverulegs ofbeldis og því að það er mun stærri vandamáli jafnvel innan hreyfingarinnar og í hvenna íþróttum yfir höfuð sem að á eftir að tækla á ákveðin hátt. Og síðan líka fólk að tjási þetta en þeir er að tjási þetta hvernig þetta er á æfingum og svona og hefur ekki mætt á æfingar hjá okkur. Fólk veit ekki hvað er í gangi. Eins og með mig, fólk átti sig ekki á því bara ef ég segi við Brynjar bara herði ég meitt, ég tæp hérna þá sest ég niður, hann er ekkert að neyða mig að vera með. Ef ég segi við hann bara, þetta er vandamálið, ég þarf að komast til sjúkraþjálfara, hann reddar því. Við fáum líka alls konar, þetta er rosalega gott umhverfi sem við erum í. Við fáum alls konar hluti sem að önnur lið fá ekki, sko. Og líka svona, það er allir með myndavélarnar á lofti þegar Brynjar er að öskra og skamma og allt þetta, en
það enga myndavélar á lofti þegar hann að hvetja okkur áfram, þegar hann alveg jafn hávær að segja flott skot eða frábært hjá þér. Og síðan hvernig hann fagnar á hliðarlínunum þegar við hittum og þegar við gerum eitthvað geggjað, skilur mig, þá sér hann á hliðarlínunum hoppa. Við horfum á leikina sjálfar, við sjáum þetta. Það gömul saga að góðar fréttir berast síður. Eða líka bara engar myndavélar á öllum þessum fundum sem hann tekur með okkur á föstudagskvöldum fram á 10:00 með hvernig ámar að geta höndla þetta maður fer í þetta frekar vel undirbúin, maður veit alveg hverju maður að búast við. Það er ekkert hent manni bara í djúpulaugina og bara, redda þér. En ein ástæðan fyrir þessum viðbröðum við þessu þetta er bara mynd sem að minnir okkur á bara mein í okkar menningu. Þarna frekur karl með eitraða karlmennsku að hella sér yfir ungar konur og þær koma svo í viðtöl og segja þetta sé allir lægi. Þau eru beygðar og það það sem þú ert að tala niðurlæginguna gagnvart ykkur og það eiginlega gert ráð fyrir því að þið séu beygðar og láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að þið séu eiginlega bara tamdar undir freka karlmennsku. Það ég held að það sé stór hluti af þessari öldu sem að þið verði varfið. Þetta er svo fyndið að því að við reynum að útskýra fyrir fólki hvernig okkur líður og þá við fáum bara tilbaka í okkur bara nei, þið eru víst að lenda fyrir ofbeldi, þið bara áttu ykkur ekki á því. Og fólk áttu sig heldur ekki á því að það jafn slæmt að segja fólk sem ekki þolendur, þið eru þolendur, alveg svo að segja við þolendur, nei, þið eru ekki þolendur. Og þau segja bara á móti, meirhluti þolenda myndi segja saman þú og það væri ekki þolandi. Þannig að þar alveg get ekki tekið alveg mark á því sem þú að segja. En ég hef séð það hvernig kallinn gúa þig og þess vegna upplýfið bara þess að út að segja eins og konur sem eru þolendur í svipur aðstöð hafa sagt í gegnum árin og aldrinnar. En það hefur enginn spurt mig. Það hefur enginn viljað tala við mig. Já. Og þetta svolítið furðuleg skilaboð sem maður að fá í kringum allt þetta samtal núna á Facebook og allt það, því að það og meira segja ef þetta lið hefur rosa mikla áhyggjur að ég sé að lenda í andlegu ofbeldi, hví myndir vera að lýsa þessu svona á neti í staðin þess að koma til mín og spjalla við mig og spyrja allir lægi, vill ég fá hjálp? Þannig að það fólk sem að skrifa þannig raunverulega í svolítið ofbeldis hegðun gagnvart ykkur. Það að niðurlega ykkur. Þetta bara vanvirðing. Þetta dálítið vanvirðing að gera lítið úr okkur og okkar sem einstaklingum. Já, það talað okkur eins og við séum börn. Það talað okkur eins og við séum ósjálfbjarga og þegar ég segi, skilur mig að fólk bara að segja, ég lendi fyrir ofbeldinu og ég segi nei. En þetta fólk ekkert að spyrja mig, það að dreifi sig netið að ég sé að lenda fyrir ofbeldi án þess að hafa talað við mig eða einhvern í liðinu mínu. Það sem ég reyna að segja og það sem ég finnst vera vanvirðing og síðan þegar kemur að því að við segjum eitthvað þetta þá kemur það tilbaki í okkur þið eru svo ungar, þið áttu ykkur ekki á því en við áttu sig heldur enginn á því að við meistaraflokki kvenna erum á aldrinum á bilinu 18 til 27 ára jafnvel eldri, held að Jada sé mér svo eldri en það Þannig að það það sem ég finnst vera galið og það sem svo mikil vanvirðing gagnvart okkur. Og sem ákveðin kvenfyrirlitning. Já, algjörlega. Eins og þetta svolítið svona skilaboð að ég sem ung kona í samfélagi getur einhvern veginn ekki stjórna tilfinningunum sjálf og hugsa fyrir mig sjálf. Og bara svona ég þarf að fá hjálp bara þótt ég sé ekkert að biðja það. Og svona það var svo auðvelt fyrir fólki sem að byrja þess umræðu að hunsa okkar rödd og einmitt eins og þú segja bara að þetta bara þolendur að veit ekki hvað að segja og svo líka þú veist ég spurði til dæmis konuna sem að byrjaði á þessu ef hún væri minn hag svona agalega mikið fyrir brjósti eins og Darína sagði áðan myndi maður þá ekki gera eitthvað annað heldur en að vera að pósta á samfélagsmiðlum ef að ég hefði grunum að það væri verið að beita einhvern ofbeldi þá myndi ég ganga í einhver þú veist, fara einhver aðrar aðgerð koma á æfingu og frelsingur en það náttúrulega var ekki það sem að þetta snerist í raun og veru og svo þegar við byrjum að tjá okkur og segja okkar hlið og segja það er ekki verið að beita okkur ofbeldi þetta er það sem mér finnst þið vera að koma hérna með umræður sem á ekki rétt á sér og sé óvægin þá voru við sakaður að afvegaleiða umræðina sem að við hefðum aldrei tjáð okkur ef hún væri ekki okkur og ég hef sagt til dæmis ég hef enga innistæði til þess að vera að tjá mig hegðun Brynjars í fortíðinni eða eitthvað svoleiðis og ég var ekkert að tjá mig til að verja hann eða verja hans hegðun við vorum bara að tjá okkur af því okkur fannst að okkur vegi og sko
í gegnum lífið mitt hef ég alveg svona séð og bara svona upplifað hvað í raun og veru ofbeldi og hvernig andlegt ofbeldi að skýra sér og alltaf, og að vera í Aþenu hefur ekkert nema að hjálpa mér að díla við það, byggja mig upp og svona vita hvar mín mörk eru og bara læra á tilfinningar mínar og hvað í raun og veru getur þetta gert ef ég stíga ekki á móti. Þannig þess vegna finnst mér þetta bara svo fáránlegt að sjá þetta, þess að ofbeldis samræðuna á netinu þegar í raun og veru fyrir mig, þú veist, sem hef upplifað eitthvað svona, þá finnst mér þetta bara svo galið. Stundu þegar maður tala við Brynjar Karl, þá hljómar á svona eins og Magga Pála í Hjallastöfnunni, að það bara þannig að út af því hvernig samfélag okkar og hvernig menningin okkar að þá þarf eiginlega sko að hvetja stelpunar miklu meira svona áfram að standa upp og vera ákveðnar og bara grimmar og allt þetta sem að við höldum að sé náttúrulegt frá drengjunum. Það bara mikil þarf á því og það bara valdefling stelpuna að koma þannig fram við þar, setja þær inn í þannig umhverfi. Og að því að þú varst að tala svona, finnst þér að vera valdeflandi fyrir þig að vera í Aþenu í þessum algjörlega kvennahópi? Algjörlega, ég gæti ekki upplifa annars sko. Bara að læra upp á því hvernig ég á að bera mig fram sem einstaklingur og bara svona standa upp fyrir mig og átta mér á því að þú veist, ég stjórna því hvernig ég haga mér en þú veist, ég hefur ekki stjórnað öðru fólki og ég bara ber ábyrgð á mér og alltaf hefur bara gert rosalega mikið fyrir mig, bara persónulega og bara svona að læra hvað svona dysfunctional hegðun í kringum mig gera ekkert annað nema sko að leiða mér út í lífið með rosa svona sterkan persónleika. Þá eins og þú sett að efla þig til þess að sko lifa af í svona svolítið fucked up heimi sko. Þú veist, þegar maður Já, en er það ekki bara þeim voru öðruvísi og svona og ég veit ekki alveg hvort það sé freistandi framtíð að sína að segja sko að ef að konurnar alltaf koma sér upp eitrari kallmennsku til þess að lifa af í þessum heimi. Hvort það væri ekki frekar að fara bara í hinn áttina kallarnir geta orðið skárri. Það er frekar að stelpur að vera verri. Frekari, ákveðnari. Ákveðnari. Já, ákveðnari, frekari. Já. Árásagjarnari. Já, en erum við ekki bara í þeirri stöð ennþá og það sé alveg full þarf á því og ég meina það bakslag í alls konar jafnréttisbaráttu alls staðar í heiminum og ég meina ég held að heiminum þurfi ekki á neinu meira halda heldur en sterkum konum akkur núna. Því að heimurinn svona grimmur. Já, hann það, þetta ekki. Það fyrir ekki að mæti hann mild og góð. Þetta verður maður að kunna líka að vera grimmur, það að segja það? Já, algjörlega. En ég held, ég svo sem alveg samlaður auðvitað þarf að reyna að mætast einhvern veginn í miðjunni, skilur og þú veist, það ýmislegt, þú veist. Við sjáum þetta í bíó að það verið að segja vantar fleiri konur í aðalhlutverk. Þá voru það bara sett í hlutverk til eins Bond. Þú veist, það var ekki einn kvennahlutverk, það bara að fara að leika að kalla. Það ekki bara flott. Jú, en svo er hitlátturlega til líka, en ég var bara að benda á það. Þetta er náttúrulega meira bara svona upp á það hlutfallið milli kynjanna, þú veist, hvaða einstaklingar eru í störfum þar sem það eru yfir, skilur mig, er það fleiri konur eða er það fleiri karlmenn sem eru í þessum stöðum til þess að stjórnendur einhvers staðar, það eru fleiri karlmenn sem eru í þeirri stöðu og þetta er aðalega bara það að kenna stelpum að taka pláss. Það er með karl sem stjórnanda, Brynjar Karl? Já, ég veit, en endur ég líka að þjálfa litlar stelpur og ég stefna á að kenna þeim að þær með að taka pláss og þær er að vera háðar. Eins og hann gagvar þeim? Ég er náttúrulega öskra á þær og veistu hvernig þær taka því? Ég spurði þær daginn hvernig þær taka því þegar ég öskra á þær og þær sögðu mig bara, ég spurði þær af hverju öskraði þær bara, svo að því að við erum að fíblast og ég bara já, og af hverju er ég öskra svo að við heyrum í þér og ég bara já, og af hverju er mikilvægt að heyra í mér bara svo við getum gert drilluna ég bara af hverju er það mikilvægt, ég er að þjálfa 8 og 9 ára stelpur sko, ég ekki af hverju er það mikilvægt svo að við gerum hana rétt, ég bara af hverju er það mikilvægt svo við verðum betri í körfubolta þær takir svo ekkert sem að ég sé að bara skamma þær ógeðslega mikið ég sé hávær, ég öskra þær enda er ég líka að kenna þeim að þær er líka að kenna hvor annarri þannig ef ég er ekki á staðnum til að sýna hvernig er að gera hlutina þá mega þær segja við hjálpa hvor annarri við hlutina og við erum líka að byggja upp samfélag sem stelpur eru bara eins og samfélagið í Aþenu, það er allt öðruvísi heldur en annars staðar, af því að það er ekkert vesen hjá okkur stelpunar, það er ekkert drama bleika eins og við erum með stelpur
til dæmis ef það eitthvað varðandi einelti eða einhverju leiðileg eða einhverju með attitúti eða eitthvað svoleiðis gagnvart einhverju annarri stelpu, það ekki til staðar á æfingum hjá okkur. Þú veist, þær ekki þannig. Þær aldrei með neitt vesen við hvora aðra eða leiðilegar við hvora aðra. Þú veist, ég var alveg upplegað, maður alltaf upplegað þegar maður yngri eða einhver sagði eitthvað við þig og þú verður sár og síðan kannski ertu bara, vilt ekki tala manneskjuna eða eitthvað þannig. Þú veist, það ekkert svoleiðis í gangi í okkur. Það hefur verið sagt að það sé meira í svona kvennahópum. Já, einmitt. Einmitt. Svona útilokun og svona, að því þær eru sko félagslega svona greindari, að þá geta vopnið þeirra verið svona svolítið grimmari. Já. Meðan að drengirnir eru svolítið svona numpar og velkjast bara einhvern veginn. Já. Þannig að það sé eitt af því sem að verður með því að hafa þessa aðferði við þjálfun, að þessi tegund svona átaka í stúlknahópum sem minni hjá aðþjóðinu en annars þar. Já. Sko, ég var í IR, samt ekki í körfubolta, ég var í handbolta og þar var ég náttúrulega að sýna rosa mikla freki og allt að og bara ég ekki að tala um þjálfari, ég að tala um aðra stelpur og aðra stelpur bara kunni ekki að höndla það. Þetta var bara rosa mikið drama og allt að og það náttúrulega leystist aldrei að því að það kunni aldrei, það kann enginn að höndla að taka það svona persónulega. Já, mjög mikið og þetta var svona ég á móti þér, liðið mitt á móti þínu liði í staðan þess að þú veist, reyna að leysa málin á staðnum og ekki reyna að taka það fyrir utan völlina því að þetta eru freki íþróttir, þú ert náttúrulega sérstaklega úr að æfa á svona high level, þá ertu náttúrulega hver einasta æfing rosa hátt competition, þú veist, þú ert að reyna að vera betri, þannig verður þú betri atvinnumaður og afreksmaður að vera endalaust að kompíta. En eitthvað gengur ekki vel. Þið að tapja öllum leikjum. Það rétt. Þið eru bara í alvarlegri fallættu. Já. Og það bara, hvernig næsti leikur? Á laugardaginn. Ef við tapja honum, eru það fallnar eða svo gott sem það? Ég bara veit það ekki. Það þarf eitthvað kraftaverk til að berga þessu. Já, þið þurfum kraftaverk. Þetta bara botslagur á. Þið þurfum kraftaverk til þess að halda okkur í deildinni. Kraftaverkun kannski aðeins. En svona, það þarf við þurfum að gera það sama. Ekki haldið áfram að gera það sama og vonast eftir annari útkomu. Nei, við þurfum bara að vera betri. Við þurfum bara að vera betri. Það er bara einfaldlega svarið. Akkur ekki betri. Það er bara algjörlega okkur komið. Þetta er bara hvernig við höfum verið á æfingum. Þið bara leggið ykkur ekki nógu fram? Bara það er bara vantar eitthvað upp á þetta. Við viljum segja að þetta er meira hausinn á okkur frekar en eitthvað annað, sko. Það er náttúrulega, við sem vorum í aðþjóðanallan síðast tímabil, við komum upp úr fyrstu deildinni, þar sem að við vinnum flesta leiki. Létt. Ég ætla ekki að segja létt, en við vinnum flesta leiki og náttúrulega fara úr því að vinna flesta leiki allt í að fara, þú veist, mæta bara vegg og fara tapullu, þú veist, það tekur náttúrulega á hausinn og þetta er náttúrulega eitthvað bara sem við höfum bara ekki lent í skilunni. En á ekki Brynjar Karl að vera rosalega góður í þessu með hausinn? Það er nefnilega sem hann er að gera. En það er ekki virkað? Það er bara að sýna sig í næsta leik. Fór hann ekki fílu og hætti að þjálfa ykkur í einhvern ákveðin tíma? Það er þetta hallar þessa fílu, sko, en hann var ekki á æfingum eitthvað í einhvern tíma? Já, þarna reyndum við að finna út í því svolítið sjálfar og hugsa fyrir okkur sjálfar hvað var það sem okkur vantaði og leysa út úr því. Ég fylgir svona ekkert sérlega mikið með íþróttum. Ég bara smátt og smátt og ég get bara minnaði ykkur hluta. En þegar það gengur illa þá er oft lausnin svo að láta þjálfaran fara. Það er sagt að þjálfarinn hafi mist búningsklefann. Það var ekki við ykkur? Nei. Ég held að við séum allir þessu saman bara í þannig, sko, og þetta er alveg búið að vera erfitt og við erum alltaf nýtt lið og komum saman og lendum með alls konar í haust, helmingunar lið. Það er mikið skipt leikmenn, þeir sem að komast upp í efstu deild, er ekki alveg sami hópurinn og er að spila núna? Jú, það er sami kjarni. En nýja leikmennin. Já, við missum líka náttúrulega, við missum Darinu út og það bætist inn nokkrar eins og Linn sem bætist inn, þannig að þú veist, við erum alltaf við erum með sama kjarna en þessi kjarni eru náttúrulega bara einhverjar 4-5 stelpur núna. Er málið að þeir eru bara ekki orðnar nógu góðar fyrir efstu deild? Eða er málið það að þið eruð að spila verr en þið ættu að gera? Þið eru umvel betri heldur en að tapa öllu leikjum?
Já, ég held þessum pottilega spilandi getu og hefum verið að gera. Við erum að spila yngi getu. Það bara mjög góð spurning, sko. Okkur gengur óslega vel í fyrsta leikluta, þar sem að við skorum hátt í 30 stig. Þetta væri bara korter. Já, svo skorum hátt í 30 stig. Annar leikluti hefur líka gengið, minni mig, það alltaf þriðji leikluti sem að eitthvað að byggast í okkur. Já, alltaf þriðji leikluti. Mjög áhugavert að þú skoðar tölfræðina, sko. Og svo reynum við í fjórða leikluta og svona ná okkur tilbaka frá þriðja leikluta og þú veist, og stundum náum við að loka þessu en stundum ekki, sko. Íslenska landsliði handbolta var svona alltaf slæmakafla og maður sá það eiginlega bara á leikmennunum að þeirra kom eitthvað mótlæti og enska landsliði, karlalandsliði í fótbolta er svona líka. Leðu kemur eitthvað svona mótlæti, þá sér maður á leikmennunum og þeir hugsa, byrjar það. Og svo bara taka þau sko áfallanum sem að koma. Það er eins og sé innbyggt inn í hópsálina að við munum alltaf, það mun alltaf, okkur gengur eitthvað vel í smá tíma, svo kemur það og þá kemur það og slæðir okkur út á leginu. Þetta er ástæðan fyrir ég hef aldrei getað haldið mennskan landsliðina því mér finnst þetta svo furðulegt það er eitthvað að sko sálinni í liðinu. Þetta alltaf að búast við að komi eitthvað slæmt og þú hafir ekki getuna til þess að sko sækja það og sigra það svo í lokin. Eins og þið þekkið í mörg lið sem að bara halda áfram endalaust og eru mörg dæmum að það vinni bara á síðustu mínútonum en þess að þau tapa aldrei trúnni á því að þau muni vinna. En mér veist íslenska landsliði í handbolta var svona og enska landsliði í fótbolta að það var þessi trú að við munum tapa sko. Það var orðið bara inngróið í það. Ég held að það sé nú kannski ekki hjá okkur en líka náttúrulega við erum búin að vera inn í eiginlega öllum leikjum og svo einhvern veginn náum við að glóbra þessu frá okkur svolítið. Og ég held að við sem að spila körfubolta sem er alveg svolítið öðruvísi en flest liðið þessari deild mjög aggressív vörn og svona mikil pressa og þú veist spilið eins og kallar ég bara að segja tæknilega sé þú veist er ykkar leikstíl líkari því sem að kallarnir spila heldur en einliðin eða? Ég bara veit ekki hvernig við erum bara miða við góða leikmenn í körfubolta hvort það séu kallar eða konur en því tilviki allavega flesti góði liðin og flesti góði körfubolta menn eru kallar og þá virkar svo til að við leitumst til orkunni þaðan sko alltaf ferst í hvernig þú vilt spila hvort þú vilt spila aggressíva vörn eða ekki eða hvort þú vilt pressa eða ekki og við erum bara ætlum að trúa verkefni að við erum að spila aggressíft og það er ekki mörgli í deildinni sem að gera það þannig að það er munurinn. Þið hefur kannski ekki bara þrek til þess að halda þessu út í þarna leikin? Jú. Það er aggressíft hjá okkur, við erum bara búin að táknum eftir annan. Nei. Ég ætla ekki að leysa Er það eitt varðandi svona að því að Brynjar er karl og þið eru konur þannig að í myndinni þið að náttúrulega sé þannig eitthvað annað þið voru ekki með þá í því Nei. Það sem að mér fannst vera að koma fram í þeirri mynd og líka viðbröðunum eftir myndina var þannig að það var fyrir þá sem ekki þekkja þá var hann að stýra liði eða í Stjörnunni stelpur svona 12 ára 13 ára eitthvað svona cirka þar sem að vildu fá að spila við stráka það tóldu að vera svona eðlilegan hluta af þroskast sem íþróttamaður að fá almennilegt challenge og þær fengu það ekki en unnu þá eitthvað stelpnamót og letu svona metalínu að detta sem var mjög smart svona mótmáli og ég man að fréttum að þessu og mér fannst það svolítið sorglegt að þær fengu ekki að þetta var svo rosalegt svona að standa upp, ég held ég að við líkt þessu bara við Rósu Parks og svona, það sem er svona almenningu tekur og mótmælir ykkur en þær fengu ekki að njóta þess að því að þær voru stelpur og hann var kall að þá var látið líta út eins og hann væri svona Rasputín á bakvið og þetta væri bara strengjabrúður hans og þær hefðu raunverulega ekki sjálfstæða vilja þetta var ekki það sem þær voru að gera heldur voru þetta bara að gera það sem að kallinn sagði þeim að gera Mér er svo fyndin að heyra þetta ég var ekki partur af svo liði sem gera þetta en ég bara dást þessu að því að þessar stelpur þetta var hugmyndin þeirra þú veist, það er ákveðið þetta saman að setjast niður og bara mótmæla og finna einhverja leið og voru alveg búin að æfa sig áður en þær fóru leikinn og unniðan og þetta var bara þeirra hugmynd og þær vissu alveg hvaða aflingar gætu verið bakvið að gera eitthvað svona en kannski voru ekki að búast við þetta myndi vera svona rosalega mikið svona bakslag Umræðan mitt snérist náttúrulega það bara að þú veist
þær gátu ekki hafa hugsað að gera þetta. Og það er sem ég skalið því að við gefum, þessir litlu krakkar, við gefum þeim ekki nóg mikið kredit, þau eru ógeðslega gáfuð, sko. Þau vita ógeðslega mikið. Þannig að það er að sem ég finnst svo leiðilegt, er að það er bara að hugsa bara, nei, þetta eru börn. Það getur ekki verið að þær geta verið með skoðanir. Það var sterkar réttlætiskennd sem var dreifið áfram. Já, og það er náttúrulega kannski svona sama stefið í gangi núna og að gagast okkur sem erum nú samt fullorðnar en erum konur. Það sem að var svona sárast í myndinni var að foreldrarnir snerust til að gegn stelpunum. Þetta senan það sem að foreldrarnir eru að hella sér yfir þar í búningskláfunum er náttúrulega ótrúlega sorgleg sena. Sko. Já, algjörlega. Líka bara sjá, ég get ekki ímynda mér að vera krakki og vera örugglega ógeðslega stoltur af að gera eitthvað svona en fá svo bara allt önnur viðbrögð hjá foreldrum sínum og í raun og veru bara geðurhæðis sem foreldra bitna bara á krökkunum. Mér finnst það alveg fáránlegt að fullorðið fólk skuli ekki hendla svona af því að það passar ekki inn í ákveðna stereotypu sem eru með hausnum hvernig stelpur og strákar eigi að vera. En þáttakar ykkar í þessu körfubolta, ég heyri að þið hafi metnað að allavega einhverjir ykkar að fara út í háskólabolta. Já, ég og Jana. En er þetta svona, myndu segja þetta að vera svona femínísk barátta? Að fá að spila íþróttir bara eins og strákarnir? Já, bara klárlega. Ég held að ég hef... Er ekki feministarnir alveg brjálaðir á pöllanum hjá ykkur? Það eru kannski svolítið í því að gagnrýna að þennu ekki. Já, sem er svona svolítið öfugsnúið því ég held að sko að það enda á því degi ef ég lefur mér að sletta þá eru öll að berast fyrir því sama og ég náttúrulega fundið að kannski náttúrulega alveg 10 ára eldri en þessar stelpur hér að það sem mér fannst erfiðast inn að heima er að fá ekki þetta sama leyfi og strákar til þess að einbeita mér fullkomlega að íþróttinni og ég finn það ekki fyrir ég kemst til Bandaríkjanna að þar fæ ég sama leyfi og strákarnir til þess að vera bara íþróttamaður og mér finnst ég fá það leyfi í Aþenu að vera íþróttamaður og einbeita mér að þessu og það er einhvern veginn svona samfélagið gefur stelpum ekki þetta pláss til þess að gera þetta en strákar frá leyfi til þess að vera bara körfuboltamenn til dæmis en stelpur það er að vera í vinnu og það er að meiti öll fjölskylduboðin og passa krakkana og allt þetta þannig að það er ennþá bara svoleiðis. Já, og ekki gleyma að vera fín alltaf og rosa sæt sko. Og þæg. Þrýfa sjálf búningin kannski strákarnir henda bara á gangin. Já. Þannig þetta er kvenfrelsisbarátta. Klárlega. Og það sýnir sig líka bara í öllum viðbrögum sem við erum að fá frá samfélagi að þetta er, þú veist, Ísland er ekki land númer 1 í öllu svona í jafnvægi og milli kynjana og öllu það, en samt í þessu samfélagi sér maður rosa mikið svona furðulega viðbröð hjá samfélagi þegar maður er að reyna að stefna því að breyta einhverju. Og svo líka því að þeir segja þessi kvenfrelsi og feminismi það er í svona þeim sem eru talsmenn þeirra hreyfingar almennt er ekkert sérlega hrifin af ykkur sko. Finnst ekki óþægilegt að það sé hérna kalla bakvið og þær eru svolítið að tala eins og að þið séu þú veist, þólendur. Ég held líka að það sé svona skiljanlegt þegar fólk sér þetta tekið svona samhengi sko. Eins og þessi póstur sem að byrja þessu umræði núna er náttúrulega verulega samhengislaus í rauninni, þessi myndbandsklippa og allt það og þetta er allt fólk sem að hefur ekki komið að tala við okkur, hefur ekki komið og kynnt sér málið almennilega og ég held að í alvörunni ef að fólk sem er í alvörunni feminist þengjandi myndi kynna sér málið á dýftina þá væri við að leiðina að sama markmiði sko. En það hvetjum við alla sem hafa spurningar hafa samband við okkur. Bara mæta á æfingar og sjá. Eða þess vegna finna okkur samfélagsmiðlum. Við svörum öllum. Komum leiki. Bara endilega, já. Hvað segir þið? Það er gaman á leikjum. Já, popp og alls konar búið sko. Eru þeir upp í Breiðholti? Eru þú Breiðholtinu? Ég er úr Breiðholtinu. Ég var í Breiðholtsskóla og bara uppalinn þar sko. Finnst þér skipta máli að Aþena sé upp í Breiðholti? Því að Breiðholti er náttúrulega þar er hæsta hlutfall innflytjenda á Íslandi. Ég er sjálf, sko, ég flutti hingað þegar ég var 9 ára og bæði foreldrar mínar koma frá öðru landi, frá Úkraínu og þess vegna finnst mér þetta bara frábær staðsetning og í raun og veru stefna sem við erum að gera fyrir utan Aþenu og körfubolti heldur líka bara hvaða hefur áhrif á hverfið sjálft. Af því að ég sem félagslega fátækur krakki á þeim tíma áður en ég fór í Aþenu þetta var bara má alveg segja life changing
að því að maður fær svo mikil að tækifærum bara að sem kannski íslenski krakkar sem eru uppalin einhvers staðar annars staðar eru bara með alls konar tengsl og allt það fær að upplifa svona svipaða hluti í svona samfélagi og þess vegna finnst mér þetta rosalega mikilvægt að halda áfram að þróa þetta og mér finnst líka bara rosalega sorglegt að allar þessar umræður sem eru núna á netinu eru að koma í veg fyrir að við getum verið að halda áfram með þetta sem að hafa að þennu og hafa hann að opna þannig að þetta komi inn krakkar með alls konar uppruna sem hefur einhvern veginn ég nú langt síðan ég gert það en ég kíkti alltaf á svona kannski annan og þriðja flokk í leikni til aðtuga, þú veist, hljóta að fara að koma upp innflytjenda börnin og mér kom alltaf óvart að það var eiginlega ekki að gerast á sama mæli og maður hefði reiknað með og þá hugsaði maður, auðvitað það þannig að þegar ég kæma inn á æfingu hjá leikni og þá það eitthvað kultúr sem fyrir og það þarf ekki að vera hansi velkomandi fyrir mig ef ég að velendum uppruna þó svo þetta sé fyrir brjóðaldi þannig ég veit þetta bara, ég hef ekki stundað aðra rannsóknir en kíkt á eftirnöfnin hjá öðrum og þriðja flokk í leikni. Þetta líka bara svo mikið af þessum innflytjendum sem koma og það náttúrulega búið að hrúa öllum saman í Breiðholtinu og þetta bara búið að mynda sitt eigin samfélag og það rosalega margir sem eru náttúrulega ekki bara frá löndunum bara hvaðan sem þau koma það sem ekki algengt að vera að æfa íþróttir þannig að foreldrarnir ekkert að leitast eftir að börnin séu að æfa einhverjar íþróttir en hins vegar eins og við fengum nokkra einstaklinga inn held ég í 10-11 ára í fyrra og leið við byrjum að fá þessa fyrstu inn, þá fylgir náttúrulega að vinkonur og vinir, systkini, frændsystkini og núna sérstaklega eins og í hópnum mínum þar sem við byrjum tímabilið með 2 stelpur og í dag erum við með 22 og nú eru 3 nýjar að byrja að æfa í þokkabót þannig að 25 stelpur sem eru byrjar að æfa og hafa ekkert verið að æfa neitt áður. Ég veit að þetta var draumurinn þegar það var fluttið við Breiðholt og þeir að segja að þetta að virka. Þetta að virka, þetta algjörlega að virka. Og það sést alveg hvað þetta er mikilvægt fyrir þess að krakka. Það eru stelpur sem eru bara upp í íþróttahúsi allan daginn. Þetta alveg ótrúlega mikilvægt. Og síðan líka svo gott fyrir þær að þær fá líka, þær tengja við okkur. Þú veist, það átta sem við erum svo margar sem eru náttúrulega að erlendu bergi brotnar þannig að það eru rosalega margar eins og ég fekk foreldri inn sem kom með dóttur sína og sagði mitt við mig bara, þú veist, henni langaði ekkert að æfa íþróttir, við viljum koma inn í íþróttir og hann sagði bara, ég sá bara nöfnin hann mér langaði að kynnast þér og bara fá, þannig að þau vita líka bara þau vilja hafa einhvern sem þau tengja við líka þarna inni. Og líka bara átta sér á því hvað, að því að ég fekk að upplifa dálítið hvernig að búa í öðru landi og koma svo til Íslands og íslenskir krakkar hafa það ekkert eðlilega gott. Það er bara að þú getur valið úr fótbolta, körfubolta, sund, fær mér að segja styrk sem þú getur nýtt þér í að stunda svona alls konar sem þú veist, ekki rosa algengt allavega í öðrum löndum allavega í Úkraínu, þú veist, ég æfði ekki neitt, ekki upp á það því að þetta er ekki beint inn í menningunni ekki nema foreldreinir koma í það frá ungum aldri og sérstaklega þegar þú ert krakki og flytur í allt annað land eða nær ekki eins og tengja við krakka á þínum aldri þá finnst mér það svo mikilvægt að geta mætt á stað þar sem þú færð þessa reynslu að vera í kringum aðra og alast upp í svona góðu samfélagi í staðin þess að lenda með einhverjum, þú veist, hvernig á ég að orða þetta og fara út í einhverja vitleysu. Og fá líka tækifæri bara þess að aðlaga samfélaginu. Að vera ekki alltaf bara út af fyrir sig með alltaf vinkoninu sem eru frá sama landi, að fá líka kynnast í að vera í íslenskri menningu, í íþróttum með íslenskum stelpum og bara, fá bara aðlagast þessu. Það hefur komið fram í að það er frístundastyrkur í Reykjavík og hann er helst ekki tekin út í Breiðholtinu og það getur verið að fólkið átti sig hjá því en það hefur komið eitt sem hefur verið sagt að þetta kannski dugar fyrir tónlistanáminu en ekki fiðlunni, þetta dugar fyrir æfingagjöldunum en ekki búningnum þannig það sé alltaf einhver þröskuld og svona auka sem þarna. En það nefnitt kemur hjá okkur líka við erum með skó á bakvið ef að stelpunum vantar skó eða ekki efna á því þá erum við með kassa af skóm á bakvið þannig að þær geta fengið það með búningana og síðan með búningana ef stelpunar hafi ekki efna á því að þú fá búning þá reddum við því við finnum út úr þessu, við erum ekkert að fara að neyða foreldrarnir að borga það er náttúrulega bara spellir bara við okkur, við finnum út úr þessu og það er ekkert mál skilur mig það er ekkert stressið við þessu.
Já, algjörlega og svo náttúrulega líka foreldrar sem vilja ekkert rosa mikið tjá sig það en það sést stundum bara á krökkunum og þá veit maður að maður kannski að bjóða upp og það eru auka styrki sem maður getur sótt allavega í Reykjavíkurborg til þess að fá að vera í frístundunum og eins og við hjálpum alltaf krökkunum að komast á mót ef foreldrar er ekki pening í og skutlum alltaf til og frá því að það er ekki allir foreldrar sem eiga bíl og eiga efna á því að fara með krakka sinn bara á all mótin og allt það. Gaman að fá okkur til þess að tala margt sem að tengja staðinu. Já. Hanna, Darína og Tjana, kærðakir. Takk fyrir. En við sittum áfram með rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag sem er alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.